Golfíþróttinni hefur vaxið fiskur hrygg á undanförnum árum og staðan orðin þannig í dag að höfuðborgarbúar eiga ekki svo auðvelt með að stunda þessa frábæru íþrótt því flestir golfklúbbarnir eru orðnir sneisafullir og golfvellirnir á höfuðborgarsvæðinu því þéttsetnir frá morgni til kvölds. Suðurnesin skarta nokkrum glæsilegum golfvöllum og það er pláss fyrir nýja meðlimi, en einn þessara golfvalla er í Grindavík. Helgi Dan Steinsson er framkvæmdastjóri Golfklúbbs Grindavíkur og fór yfir hlutina. Þetta er búið að vera mjög skemmtilegu tími, lærdómsríkur, við höfum gengið í gegnum ýmislegt eins og bara alþjóð, við erum búin að fara í gegnum eitt eldgos á svæðinu sem var magnað að geta verið að spila golf og horft á eldglæringar í fjarska. Við erum búin að fara náttúrulega í gegnum þetta COVID-tímabil og síðan erum við búin að lenda tvisvar í svona hamfaraflóði á neðri vellinum hjá okkur, þar sem hefur gengið upp á land og við þurftum að takast á við það. En svona heilt yfir þá þetta bara gengið mjög vel. Völlurinn er verða betri og betri og í dag, þegar þetta viðtalið tekið, byrjun maí, þá held ég að vera að segja að völlurinn hafi bara sjaldan aldrei verið í betra standi. Já, og svona sérstaklega kannski uppi, en væntanlega þessi ágangur sjávarins hefur nú kannski eitthvað leikið hann grátt niðri, eða hvað? Hvernig er ástand bara vallarins í heild sinni? Já, ástand vallarins í heild sinni er mjög gott. Við náttúrulega lentum í þessu, svo áður sagði, í vetur og svona fór ein flöt hjá okkur, skemmtist aðeins, en við erum svona sem búin að standa í lagfæringum og töluvert af sandi sem kom líka upp á völlin, en við höfum engar áhyggjur af því, sandurinn gerur okkur bara gott. Og hvað má ekki segja það, þegar þetta COVID skall á, þá var mikil fjölgun á vellinum. Mjög margir Íslendingar sem annars hefðu verið erlendis spiluðu hér, ekki rétt? Jú, það var á vordögum 2020 held ég að það hafi bara aldrei komið jafn margir að spila golf í Grindavík. Það var kjaft fullt dag eftir dag og völlurinn fekk fína auglýsingu en í dag er völlurinn allt annar heldur en þá, en við teljum að völlurinn sé orðinn mikið betri, í mikið betra standi og það hefur engin svikin á því að fara að koma og spila golf á frábærum húsatóttavelli í Grindavík. Og inn í klúbbnum, það hefur verið mikil fjölgun, sérstaklega hjá konum. Hverju viltu þakka, ekki þér sjálfum að þú sért myndalur, eða hvað er málið? Nei, ég get nú ekki eignað mér þá fjölgun, en þegar ég byrjaði það voru einhvers staðar á bilinu 20 til 30 konur skráðir í klúbbinn. Núna eru þær 96 og förum yfir 100 konur í sumar vonandi. Það er náttúrulega bara gríðarlega öflugt kvennastarf innan klúbbsins og eru það konur sem að leiða það starf og gera það bara virkilega vel. Þær eru að hittast á miðvikudögum og spila saman og eiga góðan tíma síðan í skálanum og þetta bara hjálpar og við viljum sjá enn fleiri konur í klúbbnum. Já, þannig að undanfarin ár hefur verið fjölgun. Hvað eru margir í klúbbnum í dag og hvað viltu sjá marga verið í golfklúbbi Grindavíkur? Já, í dag erum við rúmlega 300 talsins og þá með börnum og úlingum, en 18 ára og yngri greiða ekkert gjald í golfklúbbinn, ekkert ársgjald, ekkert æfingagjald og það held ég að sé einsdæmi hjá golfklúbbi á Íslandi. Ég allavega veit ekki marga klúbbar sem að bjóða 18 ára yngri fría aðild. Við erum, sem ég segi, rétt rúmlega 300 en getum tekið á móti fleirum. Í sumar erum við að bjóða upp á auka aðild fyrir þá sem í klúbbum annars staðar, þá aðalega á höfuðborgarsvæðinu, við hugsum þetta þannig, svona fyrir utan Reykjanesið. Og þá erum við að bjóða einstaklingum að koma inn fyrir 29.900 og hjón geta komið fyrir 49.900 og við verðum áfram með það á næsta ári. Og er ekki dálítið mikill munur fyrir höfuðborgarbúana að geta nánast farið í golf samdags ef þau vilja í staðis að þurfa að bóka með 3 til 5 daga fyrirvara, hvernig sem það er? Jú, vissulega er við í annarri stöðu heldur en golfklúbbarnir í Reykjavík. Í Reykjavík eru vellinir yfirleitt þéttsetnir frá morgni til kvölds og þú þarft að bóka eins og þú segir með einhverja daga fyrirvara.
En hérna eins og staðan núna þetta undantekning ef þú kemst ekki í golf og hérna við getum tekið við sko 200-300 manns á þess að nokkur taki eftir einhverju brjálæðislegri fjölgun í klúbbnum. Þannig staðan hjá okkur, við viljum fá fólk úr Reykjavík til að koma að heimsækja okkur. Þetta ekki löng keyrsla. Þú ert yfirleitt mikið fljótar að spila hringinn hérna. Þannig að ég myndi halda það að spila 18 holu golfhringi í Reykjavík tæki svipaðan tíma eins og að keyra til Grindavíkur, spila og keyra svo aftur heim. Stórtenorinn og veitingamaðurinn Anton Sigurðsson tók við rekstri golfskálans í fyrra en metnað hans fyrir góðum mat mikill og hann gerir ekki eingöngu út á kylfinga. Búinn að vera í þessu síðan að byrjaði 13 ára gamall, ofvirkur. Þannig að skólinn sendi mér í starfsnám, það var að byrja á sínu tíma. Fór á Sjávarperluna sem salthúsi í dag, var þar í 3 ár alveg, allir mínu skólagöng og eitt eftir það. Þannig að ég búinn að vera viðlúðandi við þetta síðan þá og kominn nú á fertugsaldurinn í dag, þannig að það alveg þó nokkuð ár. Og þú tókst við, rekstri golfskálans í fyrra, einhverja breytingar sem þú gerðir og svona hvernig hefur þetta verið? Já, það var svolítið skemmtilegt að koma í fyrra. Við tókum við í byrjun apríl í fyrra og þá erum við að detta náttúrulega 40 ára afmæli klúbbsins. Breytingarnar sem að klúbburinn og við höfum farið í fyrra og á þessu ári, það var klárlega svona flottasta við skálan hjá okkur var að byggja hana svaka pallina fyrir framann og geta þá verið með útisvæði með borðum og stólum og fólk getur sest og nú búið að vera að setja glerið í og þannig að þetta svona útsýnispallur í raun og veru líka í leiðinni og yfir náttúrulega mjög fallegt landsvæði. Já, við náttúrulega erum með svo, eins og ég sagði á hann, fallegt landslag og mikið að vera, fallegt útivistarsvæði og við náttúrulega erum með þekkta gönguleiðir hérna á Reykjanesinu og bara á svæðinu hjá okkur og það alveg, við erum með Árnastíginn sem hægt að labba upp á Þorbirni og þaðan tekur við skipastígur og alla leiðin í Njarðvík sem að menn áður fyrr þurftu að fara til þess að komast þangað. Jú, við vorum mjög varfið það í fyrra til dæmis, þá var fólk mikið að hjóla innan úr Grindavík og lengra frá að koma því að hann malbikaður alveg inn í Grindavík og kemur upp í bótinni þannig að þetta náttúrulega sem fjaran, þannig að þetta mjög fallegt svæði til þess að ferðast og þetta hann auðveldur, hann mjög vel skipulagður því að hann kemur í svona hólum þannig að þú getur hjóla smá upp og svo getur látið renna þannig að þú kemst á svolítið hraða með hjálp og svo náttúrulega leiðin út af Reykjanesvita og allt fer fram hjá okkur. Eflaust fá Grindvíkingar nett flashback þessa dagana en jörð hefur skólfið nokkur hressilega undanförnu en hver man ekki eftir eldgosinu í fyrra. Grindvískir kylfingar fengu heldur betur að njóta gosins í fyrra á afmælisári klúbbsins. Golfklúbburinn var 40 ára, 14. maí 2021 og það vildi nú svo skemmtilega til að það var nú bara að gjósa hérna í næsta nágrenni. Við gáum út veglegt og skemmtilegt held ég afmælisrit sem að forsíðuna brýddi málverk frá Pálmari Guðmundsssyni sem að sýnir útsýnið yfir golfvöllinn frá 11. teig. Hérna sjáum við golfskálan og með eldgos í bakgrunni.